Og höldum áfram hérna í första þættinum og núna erum við komið með skíðaklossa. Nei. Velkomin til okkar. Þetta eru snjóskautar. Snjóskautar er rétt nafn á þetta hér. Og munið það, snjóskautar. Hann er sem sagt búinn að kalla þetta öllum heimsins-nöfnum nema því rétta. Þangað til núna. Þetta er samt ekkert alveg nýtt okkar. Þið eru búin að stunda þetta í nokkur ár. Já, við erum búin að stunda þetta í ykkur 5-6 ár. Já. Og þetta er í rauninni framleitt fyrst bara 90, já, mjög snemma á 9. áratugunum. Það vakti ekki lukku þá? Nei, það einhvern veginn festist ekki. Og er að koma sem sagt inn aftur núna. Er sem sagt að fara í sölu núna fyrst bara 12. desember. Þannig að þeir eru að byrja að framleiða þetta. Þetta eru í sjálfu sér gamlar típur sko. Báðir þessir sko. Koma sem sagt nýjar típur núna í... Það hefur sést til ykkar í fjallinu. Á þessu. Þar sem að fólk hefur kvartað undan í að það hefur vantað á okkur skíðin. Já. Við hefum gleymt þeim niðri, þeir eru farið upp í lyftina og svona. Það hefur verið stoppaðir í lyftu, sem að ég megi ekki fara upp á klossunum. Skónum bara. En hvað er maður lengi að ná tökum á svona? Er þetta jafn erfitt og, Þetta er náttúrulega spurningum hvað ertu búin að vera á. Ertu búin að vera á skíðum, ertu búin að vera á skautum. Þá ertu ótrúlega fljótur að ná þessu. Við duttum alveg. Já, þú dettur alltaf. Það er bara alveg svolítið. En hver er bakgrunninn ykkar? Við erum náttúrulega búin að prófa þetta allt saman. Við erum á snjóbretti og ég er búin að vera á skíðum og skautum og þannig að þetta er svona allt saman en við duttum alveg miljónum á eftir. En svona myndbundunum á dæmi, svona þegar þið eru að leggja stað, þá er svona skauta þetta er í rauninni bara, þetta er svipað að vera bara á ískautum eða línuskautum á snjó í rauninni. Þetta er nákvæmlega sömu hreyfingar sko. En hvernig með jafnvægi bara og... Eina sem það er að passa er að það er alltaf að vera aðeins á hælunum. Ef þú rekur tána í, þá dettur þú fram fyrir því. Það er svolítið svona eins og bretti bara. Þannig að þetta kallar á það að þurfa að vera í tróðnu brautum. Það er tróðnu brautum. Og svona eins og fyrir ykkur, hvað voru þið búin að lenda oft á andlitinu áður en þið náðu tökum á þessu? Ég hef ekki tölu á því, sko. Þetta er líka spurning hvenær nær maður tökum á þessu. Það var ekkert mál að standa á þessu svona eins og þegar maður fór að reyna að stökkva á eitthvað og þá náttúrulega... En þið eru að taka bara, þú veist, eins og skauta stökkva á þessu? Já, við förum bara í brettagarðinn og tökum pallana og allt svoleiðis og það er ekkert... Jú, maður slasa sér stundum með. En þú ert að taka þetta lengra, þú ert að fara út núna í janúar. Já, ég er að fara til Ungverjalands, hitta framleiðendunar í janúar. Já. Og er þið í einhverju samvinnu við þessa aðra sem er að byrja þessa Sled Dogs heit það Dogs. Og þetta nafnið byrjaði sem Snowrunner en breyttist í Sled Dogs áður en það hætti og þeir hafa haldið því nafni bara þegar þeir koma aftur. Og erum með, þetta er norskt fyrirtæki en þeir eru eitthvað tengdir til Ungverjalands, ég þeir eru að fara þangað að hitta á og reiknum með að fara yfir til Austurríkis. Og það er stemt á að mynda og gera eitthvað. En er einhvern svona, það er ekki hægt að leigja svona hérna upp frá þetta? Nei. Þetta er ekki til ennþá. Nei, þetta er náttúrulega byrjar ekki fyrir en í, núna 12. desember. Og verður bara hægt að kaupa heimasíðunni hjá þeim, sleddogs.com. Þetta er bara gamalt laga síðan 93. En þú fer ekki að splæsir í svona nema að prófa þetta, það er ekki að vera... Við höfum verið að lána ansi mörgum þetta. Já, ég á aukapar. Og... Má bara heyri þér bara... Það er ekkert mál, ég leyfi öllum að prófa. Hver sem ég er alltaf með það með mér upp frá og ég er búinn að lega fullt af fólki að prófa þetta. Upp í Hlíðarfjalli? Já, og þetta tekur kannski 2-3 ferðir að standa almennilega á. Þetta er enga stund ef þú vilt bara renna þér. Það tekur náttúrulega aðeins meira ef maður ætlar að fara að reyna við einhver frontflip og eitthvað svoleiðis. Haldið þið þetta eftir að verða vinsælt eða verður þetta svona lítil bóla? Vonandi, sko. Þetta er lítill hópur sem er í þessu, þeir sem er að halda í gömlu skautana sína, En þetta er samt alveg gríðarlega gott, til dæmis, nú er ég með börn á skíðum og það er rosalega gott að vera á til að kenna öðrum á skíði. Skíðakennarar getur verið á þessu vegna það er svo auðvitað að fara afturbak á þessu og þú ert svo nálægt börnunum þegar þú ert að halda við þau og svoleiðis. Þannig að skíðakennarar hafa nokkur verið að spyrja út í þetta vegna það er mjög gott að kenna á þessu. Hvort því skíði, bretti eða á snjóskauta eða hvað, en vera á þessu og kenna, það er mjög gott. Snillt. Eigum við að ljúka þessu á að sjá lítið myndband frá okkur með tónlistölu? Kíkjum á það. Spurning. Æsa fólkið. Já, það er að gera. Prófa þetta. Bara takk hérlega fyrir að koma og sýna ykkur þetta. Takk fyrir. Og með því þá bara ljúkum við fyrsta þættinum í dag og ég segi góða helgi.